Nú ætlum við að skoða nokkur rúmfræði form og við ætlum að skoða þríhyrninga. Ég ætla að sýna ykkur nokkra þríhyrninga. Jafnarma þríhyrningur með tvær hliðar jafnlangar, oft merkt svona. Þriðja hliðin hins vegar ekki jafnlöng hinum. Þetta heitir jafnarma. Það þýðir að hornin hérna niðri verða jafnstór. Jafnhliða þríhyrningur með allar hliðar jafnlangar og þá verða hornin öll jafnstór. Þau eru öll 60 gráður. Síðan erum við rétthyrndan þríhyrning. Þá eitt hornið 90 gráður en þá verða bæði hin hornin hvöss. Þetta rétthyrndur. Síðan erum við með hvasshyrndan þríhyrning. Þá eru öll hornin hvöss. En hann þá ekkert rétt horn og þau eru ekki öll jafnstór og ekki tvö jafnstór. Þau eru misstór öll hornin. Síðan til eitthvað sem heitir gleiðhyrndur þríhyrningur. Þá eitt horn stærra en 90 gráður. Það getur bara verið eitt stærri en 90 gráður því að við erum bara með 180 gráður, hornasumma þríhyrnings 180 gráður. Þannig að ef eitt er orðið stærri en 90, þá innan við 90 gráður eftir í hinn tvö hornin. Þannig að þegar við erum með gleiðhyrndan þá erum við alltaf með frekar lítil horn í hinnum tveimur.